Jæja, nú skulum við aðeins skoða betur dúvælykkjuna. Dúvælykkjan mjög mikið notað í svona valmynd. Það að segja ef við viljum leyfa notandanum að gera eitthvað og velja á milli nokkra hluta. Og við munum sjá þetta betur þá í tímaverkefninu á eftir. En þá birtist eitthvað valmynd eða eitthvað, notandinn á að gera eitthvað og svo hann spurður, viltu velja á milli eitthvað eða viltu bara hætta? Og þá myndum við vera hérna byrja dúvælykkjan og svo keyrum við dú, svo segir hann að sláðun ákveðin bókstaf, þið takið bókstafin inn hérna birtist út, svo spyrjum við viltu halda áfram? Og svo tökum við inn svar. Ef að notandinn gerir n, stórt n, eða n, ef við notum to upper aðferðina sem breytir strengnum í stóran staf, þá hættir keyrslu. Þetta eða hugsa þannig, haltu áfram á meðan svarið ekki jafnt og n. Þannig að ef við skrifum jóð eða ká eða l eða eitthvað, þá keyri bara lykkjan aftur og aftur. En leið að þið gerir n eða nei eða eitthvað þar sem þið viljið að hún hætti, þá hættir dúvælykkjan keyrslu og keyrist niður og þá kemur út setningin núna ertu hættur í dúvælykkjunni. Þannig að það virkar þannig að við segjum þetta oft upphátt, haltu áfram á meðan svarið ekki jafnt og n. Og það ágætt að bara venja sig á þetta, nota ekki jafnt og. Og þið muni þessari skemmtilegu semikomu, annars fáið þið villu. Og dæmi vælykkju og þá bara spurt á undan, hve oft viltu að vælykkjan keyri? Þannig þarna það notandi sem ákveður hve oft. Teljarinn í byrjun var 1 og svo segir notandinn til dæmis 10 og þá keyrir lykkjan upp að tölunni sem notandinn sló inn. Þannig að teljarinn hækkar alltaf 1 í hverjum hring eða hvers skipti sem vælykkjan keyrir. Og ef við myndum sleppa að skrifa teljarann eða sleppa að gera teljari ++, þá myndum við lenda bara í svona óendalegri lykkju og við viljum það ekki. Þannig að þetta vælykkjan. Og ef náttúrulega notandinn slær 0, þá náttúrulega augaleið, þá teljarinn ekki minna jafnt og 0, þannig að þá myndur hún ekkert keyra, þannig að þið getið pröfað þetta. Mjög gott dæmi að slá öll þessi dæmi inn og sjá hvernig þið keyra. Þá lærir maður náttúrulega mest af því. Og erum við að finna summuna af tölum. Við erum með teljara og við viljum fá summuna frá 1 og upp í ákveðna tölu. Þannig að kemur upp í hvað tölu viltu fá summu, notandinn slær það inn. Þannig að ef hann sló inn 10, þá náttúrulega keyrir frá 1 upp í 10. Þannig að fyrst hann 1 og þá það 0 + 1 og verður 1 og þá byrtum við summuna út Svo hækkum við teljarann upp í 2. 2 minna jafnt og 10? Já. Þá teljarann 2 þá gerum við 1 + 2 verða 3. Svo hækkast teljarann upp í 3. Keyrum aftur. 3 + 3 eru 6. Og svo kolli. Þangað til að við erum komin upp í 10. Og þá hættum við keyrslu og skrifum upp í hvað notandi vildi og summuna hér. Þannig erum við að fara í gegnum alla tölunar og leggja alltaf við eftir hvern hring. Mjög gott dæmi að slá inn. Þetta líka dæmi eitt held ég sem þurfum að gera í tímaverkefnunum og eftir, þannig að geta haft þetta í huga. En núna skulum við aðeins fara að skoða í Visual Studio betur þessar lykkjur. Takk.
Takk í dag.